ætlum við að fara yfir þennan lögreglubíl og ég ætla að sýna ykkur hvernig við förum yfir bílinn. Og það er langbest að einn setjist hérna með tékklistan undir stýri og annar fari hérna fyrir framan bílinn og svo þriðji fyrir aftan bílinn. Og svo vinnum við þetta saman. Þannig að sá sem er hérna undir stýri, hann les upp hvaða atriði það eru sem við erum að skoða og sá sem fyrir framan eða aftan gefur merki hvort að ljósin eða það sem við erum að prófa sé ekki örugglega í lagi. Fyrsta sem við ætlum að gera er að við ætlum að byrja á að fylla út þetta blað. Við ætlum að byrja á að fylla út hérna númerið á lögreglubílnum sem er 199 í þessu tilviki. Hérna er fyrsti dagurinn á AMF-námskeiðinu og hérna er síðasti dagur á AMF-námskeiðinu. Hérna ætlum við að finna kílómetrastöðuna, hver hún er í dag. Og svo á síðasta degi þegar við erum búin með AMF-námskeiðið, þá ætlum við að setja kílómetrastöðuna hér. Og svo reiknum við út hvað við keyrðum marga kílómetra á námskeiðinu. Þannig að nú ætla ég að setjast inn í bílinn og svo mun félagi minn aðstofa mig hérna fyrir framann og gefa mér merki hvort að ljósin virki. Þannig að það sem ég ætla að prófa núna, ljósin, og við stillum þau hérna í hurðinni. Þannig að núna eru ljósin stillt á auto, þannig að ég ýti einu sinni á þennan takka og þá eru ökuljósin kveikt. Þetta er merkið að ökuljós séu kveikt. Við ætlum að prófa sem sagt aðalljósin og þá ætlum ég að fá merki frá félaganum. Aðalljósin er í lagi og núna ætla ég að prófa stöðuljósin. Þá er stillingin, ýti ég aftur á þennan takka hérna og þá fæ ég þetta merki sem að þýðir að stöðuljósin séu kveikt. Og þá ætla ég að athuga háuljósin og ég ætla að athuga líka forgangskastarann. Það er þá auka kastarinn framan á lögreglubílnum. Þannig að nú kveiki ég á þessum takka og ég blikka háuljósinu og þá kemur auka kastarinn með. Næst ætla ég að kveikja bláuljósin. Við skoðum hvort að öll ljósin upp á toppnum virki. Við skoðum hvort að öll ljósin framan á, öll á hliðunum og aftan. Þannig að við skoðum hvort að sé eitthvað ljós sem er bilað. Hemla ljósið, og það er bara gert með því að ýta á bremsuna. Stefnuljósin. Og svo ætlum við að athuga yfirbygginguna. Þá erum við bara að skoða utan á bílnum, athuga hvort það sé einhverjar nýjar skemmdir sem hafa orðið eftir síðustu lögreglumenn sem voru á bílnum. Loftþrýstingin í dekkjunum á þessum bíl á að vera 44 PSI og við ætlum að athuga hvort að dekkin sé í lagi, felgurnar, hemlarnir og hvort að bílinn sé nokkuð hreinn. Og það sem við erum að skoða hér er að við erum bara hreinlega að horfa á dekki hérna. Er eitthvað kúla á dekkinu? Ef það er kúla á dekkinu þá er dekkið ónýtt. Þá þurfum við að fá nýtt dekk. Við erum að þreifa hérna á dekkinu. Er eitthvað nagli, skrúfa eða eitthvað í dekkinu. Við getum þreifa hérna bak við eins og við náum. Er eitthvað kúla þar. Hrista bílinn aðeins. Er eitthvað, hvort það sé eitthvað skrítið hljóð, eitthvað glink, glink, glink. Þannig að það heyrist ekkert skrítið hljóð hérna. Þannig að það verður allt í góðu lagi. Við erum líka að horfa á felguna. Er hún brotin? Er hún alveg í heilu lagi? Og svo ætlum við að mæla loftþrýstinginn. Skrúfum tappan af, tökum þrýstingsmæli og þrýstum hérna vel á þetta munstrið á dekkjunum. Þá ýtum við þessu alla leið niður, setjum hérna ofan í rifuna, tökum upp úr og svo lesum við hérna á þetta lægstu töluna 7 mm. Þannig að þetta dekk er nýtt og fínt. Við viljum ekki fara niður fyrir 4 mm. Þá viljum við bara fá nýtt dekk. Skoðum bremsurnar, hemlana. Þá er ágætt að hafa vasaljós. Við ætlum að skoða hérna bremsudiskinn, sléttar brúnir. Við ætlum líka að spá í litnum. Er diskurinn nokkuð orðið blár eftir að hafa ofhitnað? Það er ekki gott. En þessi diskur er bara í fínu lagi. Þá ætlum við að skoða hérna bremsuklossana. Og þetta er slitflöturinn hérna. Þannig að þessi klossi er bara í fínu lagi. Ökuljósin, stöðuljósin, háuljósin. Kastarinn, svo stefnuljós, og bláljósin, og svo prófum við bakkljósið. Þá ætlum við að kíkja inn í bílinn, þá ætlum við að prófa beltin. Við kippum hérna í beltið. Og beltið læsist hérna og við gerum þetta við öll beltin í bílnum.
Hérna sjáum við það eru viðvörunarljós í mælaborðinu. Það er hérna grænt ljós sem að þýðir að bílinn sé kveikt á þessum bíl. Það er hérna rautt ljós sem að sýnir að handbremsan sé kveikt og það er rautt ljós sem sýnir að beltið sé ekki spennt. Við þurfum að laga þetta allt saman hérna áður við förum á stað, þannig að við bara spennum beltið og svo keyrum við á stað, þá fer þetta. En það er engin óeðlileg önnur ljós í mælaborðinu sem er að segja okkur að bremsurnar séu bilaðar eða eitthvað álíka. Hérna er kílómetrastaðan á þessum bíl. Vélarrýmið í miðjuna, vítum þessu til hliðar og það sem við erum að gera hér er ekkert annað en að fylla bara á rúðuvökvann. Það er gott að halla honum svona og sullast minna. Nú er þetta orðið fullt, þannig að þetta er nokkuð hreint hér. En ef við værum á öðruvísi bíl, þá værum við kannski að horfa hérna hvort það væri eitthvað óeðlilega mikið olíusmit eða óeðlilega mikil olía eða drulla á einhverjum einum stað eins og það væri eitthvað að leka.